með þessi gafli. Sveppi vill ekki byrja þáttum fyrir hann er búinn. Hlusta á FM 95 Blöð á FM 957 þennan þriðjudaginn og já, þriðjudagur þýðir sveppadagur. Það er hárrétt hjá þér, kæri vinnur, gaman að sjá ykkur hlustendur góðir. Sjá ykkur. Já, þetta tengist þetta brandarahotninu sem ætlar að með setja í þættinum. Það spyrir hvort ég byrja á brandarahotninu, maður. Nei, það er ekki eitthvað svona sem þarf að tísa. Tísa? Þá getur við sagt, já, svo hér og eftir brandarahotnið og... Já, það er töff að eiga það inni. Já, ég held við hefum ekki alveg að blanda það strax, sko. Þetta er geðveikur brandari. Já, ég einhvern veginn hef ekki mikla trú á honum. Nei, ég er nú brandarakall. Reyndar, sko, þú ert mjög fyndinn, en það er, en svona brandarar frá þér oft, segðu mér, þetta eitthvað orðagrín? Nei, ekkert orðagrín. Nó, ok, þá byrð ég spenntur. Já, þetta er alvöru, sko. Ég fíla það. Það hins vegar stúdfullu þáttur hjá okkur Sveppa í dag sem fyrr og, já, þriðjudag, það þýðir að hitakleifinu á sínasta. Já. Og það var hann Guðmundur Steingrímsson, alþingismaður sem er í hitakleifunum þessu sinni og það er mjög góður hitakleif. Já, við letum hann heyra það. Já, við vitum að hann er eftir eitt besti vinur Péturs Jóhann Sigfússonar og við sem við gátum alveg verið svolítið grófið við hann, við letum hann heyra, hann var að skipta um flokk, komið nafn á hann nýja flokka? Þetta ekki. Við erum svo vittlisar, okkur kynntu okkur það ekki. Ég held samt, það hlýtur okkur nafn á hann. Nei, það er öllum drullu. Er hann ekki að fara í besta flokkinu eða, veistu, afspringja af honum? Jó, allavega, ég sá hann að vera röltið þetta daginn með fyrrum aðstofakonu Jóns Gunnar. Ég man þegar ég var alltaf að reyna að fá Jón Gunnar mæst í Auð og Sveppa og þá var hún að hjálpa honum að fullu þegar hann var í borgarstjórnarkosningunum, þannig að þetta tengist eitthvað. Já, þetta er eitthvað svoleiðis, sko. Það helst eitthvað í hendur, þú þekkir þetta lið. Þú þekkir þessa stjórnmálamenn. Þessa pólitík, þetta helst allt í hendur. Heyrðu, svo ætlaði að koma hérna bræðurnir Frikki Dór og Jón Jónsson. Já, bræðurnir tveir sem eru svo hressir, fallir og fullkomnir að mætti aldrei vera samkynniðir. Já, bræður eru reyndar alltaf tveir. Já, nei, þau getur verið þrír. Já, það getur verið þrír, sko. Já, það er ekkert alltaf tveir. En aldrei einn. Nei, en þeir Já, þetta er alltaf stutt í sprellið, maður. Frikki Dór og Jón Jónsson, þeir allir myndi að koma þetta. Við fylgjum þess að í foreldra þeirra á svona. Já, og fórum að spyrja svona hvor væri betra barn. Já, hvor væri meiri vælukjófi og meiri hustler og... Já, og mamman alveg, hún var alveg með þetta á hreinu, sko. Já, hún lét á heyra það, sko. Pappinn var svona aðeins meira talendur ósa eitthvað, sko. Hann var erfiðari. Hann ætlar að koma með gítarinn hann Jón. Já, það er skott fyrir hann. Og hérna, það er í fyrsta skipti sem að lagi Sjómli verður tekið unplugged. Það ætlar að taka akústíkútgáfa Sjómli? Ójókali. Óramagnaður Sjómli hérna á næsta klukkutímanu. Já, og svo ætlum við náttúrulega að ræða við þá stráka. Þeir eru með tónleika og annað, þannig að það verður mikið fjör. Og svo ætlum við jafnvel að hringja til Svíþjóð og fleira, þannig að það er þéttur þáttur í okkur strákan. Við gefum bíómiða á Ghost Protocol og svo klárast hérna feluleikurinn. Já. Leikurinn sem er í fullum gangi. Já, ég sem sagt gef síðustu vísbendingunni hérna eftir. Já, og það er fólk bíður spennt. Já, það er fólk að leita þessu. Það er búið að fela eitthvað svona FM 957 gjafabréf eitthvað staðar í Kringlunni. Já. Og vísbendingin sem að Heiðar Austmann gaf var, hvað er þetta? Það er einhvers staðar. Já, fínu vísbending. Já, mér er drullsam. Nei, það er ekki drullsam, nei. Jú, þetta er búið sem selur ekki endilega einhverja harða hluti. Já, það er rétt. Akkurat. Þesta mann sveppurinn, maður. Nú er Austmann á leiðinni heim í bílnum ánæður. Já, en ég þarf að finna mína vísbendingu eins og þar. Já, ég man núna hvað það er. Nei, ég átti að segja eitthvað áður til að segja hvað þetta væri það ekki. Jú, alveg, ok, það sem hann sagði var hérna verslunin selur aðalega fatnað, ekki hluti. Ok. Svo gef ég aðra vísbendingu eftir. Býtu, er þá fólk núna bara með iPodinn eða að hlusta útvarpið í Kringlunni? Ég vona það, að leita að þessu. Það eru þvílíkt veglegir, ég var nú að gefa það er þvílíkt veglegir vinningar í þessum leik, sko. Þannig ef þú vinnur gjafabrið, þá ertu að fara að fá risa pening, sko. Já, bara milljón kjaf. Nei, þú veist ekki risa pening, risa gjafabrið einhvers staðar í Kringlunni, skilur. Og ekki veitir af á sem síðust á vestur. Segðu maður í öllu bullinu. Sorry baby. Það er komið að fyrsta lagi þáttarins. Þetta er vinkon okkar, hún Rihanna. Það lag er alveg ágætlega oft spilað hérna hjá okkur strákunum. Hún er yndisleg. Já, ég er þetta að setja þetta ekki sjálfur á fóni núna en fyrir mig að taka það á allavega. Nei. Tjekkum á þessu. We found love in a hopeless place. Svo þetta lag er bara eitthvað sem maður vill heyra bara niður í kjallara á einhverjum hardcore stað, skilur við, í Lundunum eða eitthvað. Býtu hvað menna? Það er ekki segja þetta væri fínasta lag hjá henni? Nei, svo allt í henni heyrði ég það. Já. Og eitthvað lag sem er svona Þetta er ekkert eitthvað svona stuðlag. Þetta er stuðlag, en hver er í stuði núna? Klukkan er korter yfir 4 á þriðjudegi. Þeir sem voru að klára prófin.
Já, þeir bara sipp í grímuna og sér bara á leiðin á jammið, eða? Nei, en byrju... Þeir bara, heyrið lagi, krakkar. Ok, á maður semst bara hlusta á eitthvað þunglindislög bara alveg út vikuna og svo að föstudöfum setja svona á það. Já. Þetta bara, það stuð allan tíman hérna í F957 blöð. Þú ert að hlusta á F957, drengur. Já, ég veit það. Hér er fjör og en hér ég vil stuð. aldrei að þetta lag verið spilað aftur á meðan ég sit hérna við mikrofónin. Ég get ekki lofa þér því ég stjórn ekki Er FM ekkert að spila jólalög? Jó, næsta lag er hérna Ef ég nenni með Helga Björns. Það er uppáhaldslagið þitt. Já, það er uppáhalds jólalagið mitt, já. Já. Hvað er uppáhalds jólalagið þitt? Ef ég nenni. Leifum Helga bara að syngja það? Það er hérna uppáhalds jólalagið mitt. Það er með honum hérna Pálma Gunnars. Gleymum ekki Guði. Það er uppáhalds Bíða jólalagið. gjafir dag, út allar byggðir verða bonar. Mér finnst það ágætis lag, ég get nú ekki kallað það samt uppáhalds jólalagið mitt. Æ, það er einhvern veginn svona, það er svo fallegt og þá allt í einu kemur svona jólaandinn. Já, mér finnst það svona meira Holy Night. Fall on your knees. Mér finnst það bóttara. En herðu, við skulum kannski frekar leyfa að það eru 2 söngur á leiðinni hérna eftir þeir Jón Jónsson og Frikki Dór. Yep. Fullkomnir bræður og já, við leyfum þeim kannski frekar syngja en talandi um jólin og jólalög, Sveppi. Já. Þá er endalaust að einhverjum svona, ef maður að fá einhverja fréttir af hvað er að gerast um jólin og hana. Já. Og núna er talað um að einn af hverjum 3 sem sagt af fullorðnu fólki steypist í skuldir eftir jólin. Þannig að það tekur alveg fram, við tala hérna alveg fram inn í apríl, mæ að rétta skútuna við eftir jólin. Hvaðan koma svona kannanir? Bandaríkin eða? Já, þetta eru Bandaríkin. Hérna þetta stendur samt This is a British Survey. Já, þetta er Bretland. Þetta er Bretland og þeir eru ekki Bretin svolítið svipaðar og við í svolítið saman. Duglegur að eyða á svona. Já. Hvað heldur þú þess, eyðir þú miklu um jólin, Sveppi? Já, maður svona leifir sér aðeins, sko. Já. Hvað er dýrast? Dýrast? Já. Ég veit það ekki, sko. Kona mín er endur einu af þeim sem fótt í Boston og græjaði bara alla jólagjafinnar í mæ, sko, eitthvað. Ekki mæ. Það er ekkert jólalegt í það, maður. Nei, svo tekur maður alltaf laugarleik. Það er laugarleik. Boston bara í mæ og kaupa alla jólagjár. Jú, það er mjög jólalegt. Já, vesla jólagjár í mæ. Nei, svo fer maður náttúrulega að klæði sig upp og fer í ostabúðin á Skólavörðustíg og kaupir eitthvað gúrmi og fer í allar þessar gúrmi búðir nýr í bæ. Já, klæður upp þessu ostur. Svo náttúrulega klæður maður svo upp og fer í ostabúðin á. Fer í gottabúningin. Já. Nei, þá fer maður á Laugaveginn og maður, veist. Já, ég er mjög duglegur í því að kaupa svona íslenska hönnun og íslenskar vörur. Mér finnst það ógeðslega sjarmerandi. Já. Kaupa diska, íslenskar hljómsveitir og svona, sko. Já. Kaupa það. Íslenskt já takk. Já, og svona íslenskar búður og svona. Mér finnst það mjög gaman, sko. Já. En það er dýrast ég veit það ekki. Bara jólatréð eða eitthvað, nei, ég veit það ekki. Nei, jólatréð getur nú ekki verið það dýrst. Ég er ekki með jólatrið. Þið verða að fá okkur jólatrið. Já, ég veit. Þið félagarnir saman 2 með að saga jólatrið í Öskjuhlíðinni. Akkurat. En herðu, það er komið að fyrsta jólalagi þáttarins og svo hér réttandi á hornið bæði Heitaklefinn og þeir bræður. Þetta er ekki Holy Night, þetta er Holy Bee. Já, þetta er, vel gert. Það er eitthvað kósí við þetta lag, maður. Það er að koma jól, Sveppi. Já. Aldrei gleyma þig. Ég læti vita veit og ég dætti jólaskap. Ok, en fékkstu eitthvað í skóinn í nótt? Já. Hvað fékkstu? Ég fekk mandarínu og peskall. Til hamingju. Nói Sirius og Ballerína Keks kynna Litlu Jól FM 957 í Skautahöllinni Laugardal föstudaginn 16. desember frá 17 til 19:30. Komdu og upplifðu sannkallaða jólastemmingu með okkur í Skautahöllinni Laugardal. Heitt súkkulaði frá Nói Sirius og Ballerína Keks fyrir alla gesti og að sjálfsögðu mætir jólasveitnin með pokan sinn. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Skautaðu með okkur í kringum jólatrið næstkomandi föstudag. FM 957, Nói Sirius og Ballerína Keks. Gleðileg jól. Fyndu jólapakka FM 957 og Kringlunar. Á hverjum einasta degi til jóla felum við jólapakka merktan FM 957 einhver staðar í Kringlunni. Hver pakki inniheldur stórglæsilega gjöf frá einhverja af verslurum Kringlunar og heildarverðmæti vinninga hvorki meira en minna en 500.000 króna. Við gefum vísbendingar hvar pakkan að finna 3 sinnum á dag í þáttum Heiðars, Austmanns og Audda Blöð. Á Þorláksmessu gefum við stærsta vinningin sem brettapakki að verðmæti 100.000 krónur frá út í lífkringlunni. Fylgstu með á FM 957 og fyndu jólapakkan þinn frá okkur í Kringlunni. Við byrjum sunnudaginn 11. desember. Kringlan á FM 957. Gleðileg jól. Jólasveinar athugið, gjafabréf í skóinn, ísbúðin, Háaleitisbraut. Á Korputorgi er allt á einum stað og á betra verði. Opið til klukkan 6:30 í kvöld. Korputorg, meira úrval, betra verð.
betra að gefa en að þiggja. Þetta á vissulega við jólagjafir og margt annað, en kannski ekki tveggjafóta tæklingar. Jói Útherji Ármúla, jóiútherji.is. Á hverjum degi í þessum mánuði fær einhver viðskiptavinur Orkunar áfellinguna sína endurgreidda og 3 vinna svo 100.000 króna inneignarkort í lok mánaðar. Eitthvað segir mér að röðin sé komin að þér að vinna. Bláfjöll frábær jólagjöf. Vetrarkort á tilboðsverði aðeins í desember. Skíðasvæði.is. Milljarðar á milljarða ofan. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. Dílar.is í dag. 16 tómur pizza með 2 áleggstegundum að eigin vali hjá Pizza King í Skipholtinu á aðeins 990 í stað 1900. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. La Luna, ekta ítalsku veitingastæður, Rauðarárstíg 37. FM 95 Blö í boði. Á hverjum degi til jóla fær einn heppinn viðskiptavinur Kredia lána sitt ferskt niður. 1 SMS í 1919. Kredia. Lakkerol slettir úr körulunum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það hárrétt fyrir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Sveppi Krulli með minni í stúdíónu. Það þriðjudagur, það styttist í að þeir Jón Jónsson og Frikki Dór komið hérna á eftir. Hversu skrítið nafn Jón Jónsson? Já, þetta rosa svona... Þess að pappa sagði ekki nefnt að pæli neinu. Nei, þú náttúrulega heitir Sverrir Þór Sverrisson, sko. Ég veit það. En það samt einhvern veginn, það eins og að sé ennþá einfaldar þegar þú heitir Jón Jónsson. Jón bara Jón. Jón Jónsson, já. Og svo segir þú bara, hvað var að skýra barnið? Jón minn. Jón. Jón. Viltu að það heitir bara Jón? Mér finnst hann að kalla sig Jól Jónsson núna. Í desember. Já, alltaf í desember. Einu sinni á ári. Já, þá verður það hátíðartónleika með Jóla. Já, Jónssoni. Það rétt, þeir eru rétt á konni. Svo rándýr hitaklefi hjá okkur strákunum líka hérna rétt handa við horni. Það sem við vorum grófið, létum Guðmund Steingrímsson heyra það, Jósveppi. En ég ætla að ræða við þig, Sverrir, þú veist að ég tala marga kannanir hér í þessum þætti. Og það ótrúlega oft náttúrulega verið að tala skiluru, svona konur og hvað konur vilja í karlmönnum. En svo en daginn það var hjöppið með mér, þá var ég að ræða það að nýjasta var að konur vilja freka núna góðan dansara en söngvara. Það var alltaf öfugt, sko. En núna var sem sagt að koma bara hérna einn risakönnun og... Gæti verið að það sér þú sem ert alltaf að leita eftir einhverjum svona könnunum á netinu. Nei, ég vissum að... Það sem að þú getur lesið það hvað konur vilja í fari karlmanna. Já, sko, ég fæ þetta alltaf seru. Þetta hérna. Ég fæ þetta sent í FM Interprep. Hérna stendur þetta allt. Og ég held hérna beint fyrir fram að mig stendur What matters most in a man. Þá var svona þetta konur spurða hvort það myndi helst vilja heila, útlit eða pening. Já, ég fari kallmanna. Já, hvað heldur að þú orðið efst þar? Peningur. Nei, heili. Heili? Já, ég meina það segir sér sjálft, Sveppi. Hvað viltu vera með eitthvað naut heimskangur? Já, hver segir að maður sé heimskur, eða skilur? Hvað er það? Heilinu, ekki? Já, ég meina það geta allir gert greinamenn á gul og bláu, sko. Já, reyndar, það er spurning, sko. En hérna það sem ég ætlaði meir út í núna, og ef það eru konur að hlusta, þá megar endilega hringja inn í 511-0957. Þetta er eitthvað sem ég vil ræða við konur. Heili? Nei, ég ætla ekki að ræða það verið. Mér langar hérna að tala en hversu hávaksin á maðurinn að vera. Ok. 48% sögðu 6 fet eða herri. Og 6 fet eru 182 centimetrar. Þannig að sko 48% af kvenfólki vill mann sem stór, stærri en 1,82. Hvað er þú? Ég er 1,79. Ég telst nú ekki hávaksin samt, sko. Nei, ég er dvergur, sko. Ég ætti aldrei að ná mér í konu með að við allar þess að kanna mér. Hættu svo. Nei, alveg, ég er ógæstlegur. Ég er dett út úr öllum könnunum og öllum. Nei, þú ert hérna, sko. Er enginn sem vill krullóttan fytu dverg í þessari könnun? Hérna stendur svo, 50% kvenna, sem er meira heldur en 48%, vilja að maðurinn sé á bilinu 175 til 182. Þannig að það er vinsætla heldur en hitt. En svo stendur, svo er ekki góða fréttir hérna, að undir 13% vilja 1,70 eða minni. Hvað ert þú hár? 1,70. Þú ert akkurat, ég sverða við þig, ég var ekki, ertu akkurat 170? Já, svona, þannig sé. Já, nærði ekki því að þú ert strax 1,71, þá ertu ekki í þessum hóp, sko. Já, ég er samkvæmt vegabréfið er ég 1,71, nefndi. Ok, þannig að við Sveppi, við ætlum bara að spyrja konu núna og nú ekki einhverja flippar á línuna sem eru hérna byggjum bíó með það, okkur vantar actually konur sem geta rætt þetta, við skulum byrja þetta, maður sjá. FM 95 Blöð, góðan daginn.
Halló. Já, þessi var ekki til að ræða þetta. Nei. Maður sjá, FN 95 Blöð, góðan daginn. Já, halló. Já, halló, já, kona á línunni, fílaða. Já, ætti ég að gera bíó með? Nei, joke. Nei, ok. Við ætlum að spyrja það hérna við Sveppi, við vorum að ræða þetta. Hvað áttu mann? Já. Já, hvað er hann á? Er hann risastór eða? Nei, 1,81. 1,81, já. Það má ekki vera að minna, sko. Það var bara svo ræfilslega. Þakka fyrir það. Það er veringu fyrir ykkur. Þeir eru alltaf bara myndalegi, sko, en ræfilslegir ekki. Nei, þú segir þetta bara, ert ekki að minna, ég heyri þér. Já, ég er bara fyrir. Já, þannig að hann er 1,81 og þú vilt menna hann mætti ekki vera minni? Nei. Hvað myndi gerast ef hann væri minni? Er hann þá minni en þú eða? Hvað er þú stór? 1,69. 1,69. Þá varu þið Sveppi krútlega saman, maður. Tveir svona dvergar röltandi bæinn. Ég minni 1,70, sko. Þá vil ég hann niður og ég held að hann sé minna mér. Ég? Já. Það getur vel verið, sko. Ég lít út fyrir að vera 1,30, sko. Já, það getur ekki alveg, en svona, já. En þú vilt hafa það á háa, hærri en þú allavega. Já, herrin ég. Ég er ekki fyrsta konu á því, sko. Ok, ég ætla að tóka konu sér sammála. Við ætlum að ræða þetta um 2 þér. Takk hjá fyrir ringin. Já, takk. Ok, bye. Herðu, maður sjá. FN 95 Blöð, góðan daginn. Já, hæ. Hæ, hvað segirðu? Ertu þarna? Nei, farin, maður sjá, FN 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Ertu þarna? Hæ, hvað ertu gömul? Ekkert svona, ég er 27. Nú, frábær, þú ert á frábærum aldri. Besta aldri. Besta aldri. Hvað hérna, ert þú á föstu? Já, ég er á föstu. Og hvað er maðurinn hár? Herru, hann er 1,80. Hann er 1,80. Já, það leirið eitthvað í þessu. Solid hæð. Já, ég myndi segja, ég vildi ekkert hafa hann minni, en ég er bara 1,60, sko, þannig að ef hann væri mikið hærri, þá myndi það ekkert lúkka rosalega. Já, en sko... Hann má ekki vera minni, segir hún sann, sko. Já, hún segir það náttúrulega bara því að hann er 1,80, skilur. Ef þú myndir hitta mig, hressan og kátan og bar. Í prinsvipinu, sko, á svona í könnun, þá myndi ég segja, ekki minni en 1,80, en þau í alvörunni, þá mætti hann ekkert vera mikið stór, sko. Nei. En þú veist, eins og ef þú myndir hitta mig, skilur á bar, við sitjum, ég er hress og kátur með kastaníubrúnt, krullað hárnir og axlir, ég get alveg sjarmerað þig og þú myndir svona, kannski aðeins minninni bjóst við, en alveg frábær maður. Ég meina, já, örgulega. Það ekki? Já, það er ekki að setja svona fyrir sig, sko. Nei, fjandinn hafið það maður. En ef þú ættir að velja, já, heila útlitið að peninga, hvað er þið fyrir valinu þar? Já, sko, ég myndi nú ekki vilja hafa hann alveg, sko, heimskan, en ég myndi nú ekki vilja hafa hann mjög ljótan heldur. Nei. Þannig ég myndi nú vilja svona það tvent frekar en hitt, sko. Frekar en peningana? Já. Þú lýgur því! Hvar vinnur hann? Ég er lögfræðingur, sko, þannig ég hafa ekki prinsip. Hann má vera heilalaus vitleysingur á meðan að þú ert lögfræðingur. Hann verður að vera, sko, klár og skemmtilegur, skilja. Já. Ok. Herðu, þeir eru, já, þeir eru að koma einna bræðir. Herðu, takk aðeinslega fyrir þetta. Ok, bye. Ég er nefnilega lítill, klár og skemmtilegur. Það er hárrétt í þessu Sveppi og það er það sem skiptir málu. Ég veit að það eru alla konur hérna úti sammála. En við töluðum við 2 skvísur, það eru þetta hérna nokkuð. Ég á að taka einn og að tökur hann sér sammála þeim. Síðasti hérna, maður sjá, FN 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, hvað á kall maður að vera hár? 1,90. 1,90. Herðu, já, við þökkum að kjalla og ringja. Fynnt á út af sögu og farðu með þetta bullið þangað. Hvað akkur viltu að hafa svona risastóran? Því að mér finnst það að vera kallmannlegt að vera stór. Ok, en finnst þið að Sveppi ekki kallmannlegur? Hæ? Finnst þið Sveppi ekki kallmannlegur? Já, hann er sem er bringuhárið, ekki? Jú, vissulega. Já, ég fíla það. En er ég þá bara fyrir þér eins og einhver Teletubby stúka? Já, svona nokkuð veginn, nei. Bara svona kringlóttur og aðstæðlegur? Já, bara láta þér hlæja. Ég er svona 1,90, það finnst mér aðeins svo hátt maður. Nei, 1,90, það er svona alvöru. Það er bara nánast 2 menn. Nei, rólegur. Hvað er þú há? Ég er 67. Já, hvað, í alvegnu, viltu bara eins og setja labba með pappa einum alltaf? En það er sko, ástæði fyrir því að konur vilja hafa kannski menn háa er að því að þá virka eins og þeir séu ábyrgðafyllri. Já. Og takið svona, þegar hann leiðir þig þá er það þéttingsfast eða vont veður, þá setur hann stóra jakkan sinn utan yfir þig. Skilurðu? Og menn ég er bara með einhvern mittisjakka utan konuna mína. Skilurðu? Já. En það er ekkert endilega bara, þú veist, það er ekkert eina, skilurðu. Svo getur hann verið náttúrulega tómi vitlir. Já, ég er ekki reyna leðilegur, en allir sem ég þekki sem eru hærri en 1,90 eru heimskir og, nei, ég segi svona, þetta er allt ofstáð. En hörðu við þakka að kjalla fyrir að hringja. Ok, bæ. Heyrðu, basically er þetta þannig að konur vilja hafa kallmenn háa? Já, sérðu, það er að góða við þetta FM-prep, þetta er ekkert að ljúga, en mér finnst þetta hrikalega leiðilegt. En það sem að ég veit í sambandi við konur er það
Að það vilja allar einhvern tímann pröfa eitthvað skrítið. Já, þar kem ég grjót harðurinn. Það verður ekki mikið skrítnara. En bræðurnir eru mættir hérna. Við spyrjum þá eftir hvað þeir eru stórir. Við hringdum í mömmuður og fleira, þannig að ekki fara langt. Það fallegt og kósí lag. Þetta hún Charlene. Abel. Nei, þetta hún Charlene Soria. Charlene! Eða Soria. Soria sé sjúklingur með meira. Charlene Soria heitir hún. Soria, maður. Já, það er öllum drullu sama. Herðu, það eru komin hérna til okkar tveir bræður. Þetta eru þeir Frikki Dór og Jón Jónsson. Ég vil svona meina þetta sé nú með myndarlegri bræðurinn landsins. Það er einhvern veginn alltaf fallað með ykkur strákar. Mér finnst þér nefnilega báðið þetta ljótir. Finnst þér? Nei. Kynþokkin eru svoleiðis að löða lekur móðan á gluggunum hérna. Já, hvað eru þið stóri? Hvað eru þið háið strákar? Frikki? Ég er nefnilega freka lítill, sko. Ég er 1,75. 1,75, ok. Ég er 1,87. Nei, segðu nú satt. Þú ert ekki raskat 1,87. Já, þegar þú stendur upp á kassa. Er hann Já, hann er það, sko. Nefnilega, sko, þegar Jón var í úlingardeild, þá var hann lítill, sko. Það var í tittur, ég fór til svona... Strekkjara? Eins og leigubílstjóri á dvergurinn hérna sem hann fór í strekkjara. Ég fór til svona hæðalæknis eða eitthvað svona. Hann tók eitthvað mynd hérna af úlinum á mér. Til að sjá bara hvað ég er í stór. Hann eitthvað, já, þú er 1,72, 1,75 eða teppin, sko. Sagði hann, sko. Klassalæknir? Því ég var ekkert að stekka, sko. Svo bara... Titt ég daginn, ég sagði bara... Já, ég ætti skít. Takk þess að 172 cm og tróttið með bí... Sót svartan aflisinn. Ég var orðinn sko svona stór í 9. bekk. Ég var alveg stór í 9. bekk. Og svo bara hætti það. Svo stoppaði. Svo hætti það bara. Samt við vorum hérna að tala við stelpur á hann og kallmenn eiga að vera 1,80 og herri og ég og Sveppi náði í hvorugur sem er leðilegt sko. En hvað verður til þess að þú fari til hæðalæknis? Það var hægðarlæknir. Ég var að fara til læknis að fá að vita hvað ég verði stór. Þetta var mamma átti hrungaði þessu. Hún var aðeins einhver ágjur þessu. Það var ekkert að tókna úr stráknum. Talandi mömmu þína. Ég var að spáði, sko, við Sveppi, við hringdum í mömmu ykkar fyrir í dag. Og vildum svona aðeins, við reynda sögðum henni ekkert strax að þetta væru við. Fórum bara beint að spyrja hann út í bræðina. Og við vildum vita svona hvor var meiri vælu kjói og þeir voru alast upp og svona. Við skulum bara hlusta núna á mömmu, Frikka og Jónsa. Tjekkum á þeim. Halló. Já, góðan daginn. Góðan dag. Herðu, hvor var betri í fótbolta, Frikki Dór eða Jón Jónsson? Ég get ekki svaraði. En hvor var hérna fallegra barn svona framan af? Friðrik Dór. Já, svona fallegri. En hvor tónlistina fílar betur? Hver er þetta með leyfi? Ég heiti Ötti. Ég heiti Sverrir, kallað Sveppi. Ötti Sveppi. Hæ. Já, ekkert voru að elsa með. Ötti Sveppi. En hvor grenjaði meira? Jón. Jón, ok. Hvor þeirra var betri í skóla? Báðir alveg rosalega góður í skóla. Er það málið? Báðir útskrifast með hæsta einhvern úr sínum árgangi. Vel gert. Ok. Já, og þetta eru topp drengir, sko. Já, en hvor þeirra var svona meiri kvennabósi? Frikki Dór. Já, hann er svona... Þannig að Jón var minni kvennabósi og grenjaði meira. Já. Ok. En hvor var erfiðari úlingur? Hvorugur. Dásamlegir úlingar báðu tveir. Ekkert að panta landa og stela... Ekki, til dæminu. Eitthvað svona. Já, þannig að þeir náða leið... Dásamlega perfekt úlingar. Þannig að Frikki náða að fela það fyrir þér. Landakaupin. Já, hafa hann gert það, þá er mér algjörlega hulli. Ég veit ekki hvernig þið átt að fara fram. Ok, en hvor finnst þér eiga fallegri kærustöðin? Þeir eru báðir rosalega fallega kærustu. Alveg framúrskarandi flottar. Já, finnst þér ekkert önnur að sætar en hinn? Nei, við veist það ekki. En það er búið að segja mér að þú kannt betur við aðra þeirra samt. Nei. Jú, það var búið að segja. Það er bara ekki rétt. Ok, ég er bara rosalega heppin kona, því þeir kunna velja. Já, það taka það mömmu sinni bara. Þannig að, en Jón, með fallegra barn, það var Frikki. Jón grenjaði meira. En hvor þeirra var svona betri í íþróttum? Var það mjög svipað hjá þeim? Báðir bara góður í íþróttum. Já, hvor hefur betri en hinn? Það held ég ekki. Nei. En hvor hefur alltaf verið svona fyndnari? Svona skemmtilegri?
Heyrðu. Svona grínistinn. Þeir eru bara báðir, sko, ég segi ekki að Jón kannski myndi hafa vinningin þar, en þeir eru bara báðir grínistar í sér. Já, svona húmor. Hún var óljóst að segja okkur að Jón var aðeins vinnari. Já. Þeir eru stríðnir. Já. Þeir eru báðir stríðnir. Ég hugsa að Friðrik sé stríðnari. Já, ef eitthvað er. Okay. Hvað eru það að gera? Við erum bara að fýblast. Nei, við erum bara heima á Sveppa að drakka bjór og á Guðmar hringi. Nei, við erum bara að taka upp fyrir þáttin F95 blöð. Þeir eru að koma til okkur hérna eftir í útastáttin. Bræðinni, þannig að þeir fá að heyra þetta allt saman. Við ætlum bara svona rétt að fara yfir stöðuna. Rétt að fara yfir stöðuna, já. Heyrðu, en þakka þess að kjallaði fyrir að svara okkur. Já. Heyrðu, það var bara lítið og bara virkilega gamla heyrðir. Þetta var sem sagt móðir strákana, þeir sita nú hérna, bæði Frikki og Jón. Eru þið sammála mömmu ykkar? Það var ýmislegt sem kom í ljós þarna. Frikki var fallegra barn. Já, ég meina Frikki að koma aðeins betur út úr þessu. Já, sko, ef þið sjá þessa myndi líka þessum dreng, sko, hann var alltaf bara með eitthvað brún augu, bara eitthvað hjútsaugu og bara eitthvað, þú horfir á hann og þú bara, ég grét oft bara. Bara að sjá hann. Já. Þess vegna grenjaðu meira. Já, þess vegna varst alltaf grenjandi bara. Já, mér stilt báttaskóðum, byrjaði að gráta hann að 30 ára, þannig að ég var svona 7 ára, sko, bara. Það var svona myndir af honum. Hann var svona eins og heilbrigt Afríkubarn. Herðu, en strákar, þeir eru að fara alltaf tónleika. Já. Í Bæjarbíó í Hafnarfirði. Já, og hvað er það? Það er 16. des. 16. des. Já. Það er uppselt á fyrri og auka tónleikar klukkan 10. Já. Hvaða dagur er 16. Það er föstudagur. Föstudagur. Já, er ekki alltaf meiri stemming svona? Já, við erum 2 og strákarnir í bandinu eru með mér og ætlaði spila ekki eitthvað með. Spila kannski með mér líka. Er ekki alltaf meiri stemming svona á seinni tónleikun? Það er spurning, sko. Ég vona að verði eitthvað í húsinu á seinni sem ég er búið með allan áhörandi fjöldan og allir bara eitthvað, já, Jú, hann er einhverju búin að kaupa. Jú, það er einhverju, algjörlega, þetta gengur vel. Og ef það kemur, ef enginn kaupir sér miða, þá komum við bara hérna á föstudaginn til þín, skilur, og gefum bara 100 miða. Já, við erum með 100 miða. Það er bara fyrstur til að finna Jón. Var harpan upptekinn með það? Sko, þetta var sér hafnfirska pæling, sko. Við hefum eiginlega aldrei spilað svona alvöru tónleika í Hafnarfirði. Nei. En byrju Bæjarbíó í Hafnarfirði, þetta er einhvað flottur salur eða? Hvað tekur það marga? 280. Nó, já. Hann er nefnilega mjög skemmtilegu salur, samt svona, hann er svona, þetta byrju bara svo mikla nánd, sko. Þetta er gamla bíó, þetta er bíóið þannig? Já, nákvæmlega. Ég elska þegar ég er að syngja fyrir fólk, ég finn nándina. Það er best. Nei, þetta er langt skemmtilegst í gigginn, þar sem að fólk er sitja og chilla, skilur, og við erum að grilla á milli laga og svona, sko. Þetta er ekki allir eitthvað, þú veist, bara í einhverju partí og þú verður bara að keyra allt áfram, sko, heldur þetta svona semi-chilla, samt fólk allir svona cozy. Já. Fólk situr og hlusta og spjalla, sko. Ekki á meðan, kannski. Og ég ætla að segja sögur af hver öðrum og svona. Já, glæsileg. Herðu, ég var að spæða, við ætlum bæðið að henda ykkur, sko, Sveppi heimtir að fá taka sjömlega akústikirna eftir. Já, það er bara fólk að biðja mig. Allir sem hitta Sveppa biðja það. Bara hvenær ætla ég að taka sjömli og rafmagna? Svo ætla ég líka að henda ykkur í hraðaspurningu, þá þarf annar að fara fram og hinn fara að vera einninni. Og þessi gett upp, já, svo ætla ég að fara með ykkur í stjörnuspurningar. Þá þarf annar líka að vera frammi. Það er svona Sveppi góð svo seint í dag, við þurfum að nýta ykkur alveg sem við getum hérna, það er bara, við erum búin að hringja í mömmu ykkar, það eru hraðaspurningar, þið verðið vel nýttir. Það eru vísbendingarspurningar, 5:30. Bara hjálega að gera. En svo ég nefndi ekki að spila ykkur báða, þannig að við bara fórum millivegin og hendum Kanye og Jay-Z. Jú, það er líka svona eitthvað bromance. Svo tökum við lagið og förum í hraðaspurningar. Ég er að upplýsa þessa tónlistamenn hérna að Steven Seagal, hann kallaði sig ekki Steven Seagal í tónlistabransunum, hann kallaði sig Mojo Priest. Hver? Steven Seagal. Sjarman presturinn. Já, og ég fór á tónleikamónum daginn í Kaupmannahöfn og þar var hann að taka lög af Disney sínum Songs from the Crystal Cave. Stórkostlu disco þar á ferð. Við ætlum ekki að ræða meir Steven Seagal hérna því að þeir eru hérna hjá okkur, bræðinni, Frikki Dór og Jón Jónsson. Og Sveppi, þú ert eiginlega, þetta er svona eiginlega pínu óskala bara fyrir þig. Fólk er að biðja þetta. Já, fólk er að biðja þetta, segiru. Og við vorum að fatta það, við höfum aldrei sungið sjómlega reyndar, nema bara svona, þú veist, að búa þykkt í því. Við höfum aldrei tekið akústik eða live. Nei, ekki unplugged. Jó, ég líði, við tókum á hlustunarvelunum. Tókum á hlustunarvelunum reyndar. Já, það var í einhverju sírpum eða rapphundum. Það var einhver svona 15 sekundar brot, þið fengið ekki að njóta eitthvað. Nei, nákvæmlega. Er ekki komin tími Jón
Er ekki komið tíma að fá að njóta okkar hérna í þessu lagi? Já, þú veist, ég er samt, þetta er svolítið leiðilt fyrir mig náttúrulega, þú veist, fyrir þetta rifja upp. Þið áttu náttúrulega fáránlega góða stundir saman, skiljum. Við fórum upp í bústað að semja lagið, muni. Já, ég gleymi því ekki. Hvað gaman. Þrýstum niður nokkur. 2010, hvernig sem það var alltaf að high five ykkur og Þá vissum við ekki eins og hver þú varst. Nei, ég er með það, sko. Ég satt heima og var eitthvað að horfa á þáttinn. Friðrik var, þú veist, Frikki bara besti vinur okkar. Já, mér langaði að gera þetta þekkingur. Þá varst þú bara eitthvað Jón Jónsson út í bæ. Og þú ert það ennþá. Það var rosalega. En þú ert á gítar, þú ert með gítarinn. Getur þú spila bara allt? Ertu betra á gítar heldur en... Sko, Jón lærði á gítar. Ég lærði af Jóni á gítar en nefndi ekkert mikið að læra. Nei. En ég er eiginlega bara getur svona aðeins glamrað. En þú semur satt lögin á gítarið, ekki? Jó, oft. Gemli. Herðu, var reynið þetta? Sjómli. Tekkum á þessu. Farðu í búning, við reyðjumst á gólfið og sippum í snúning. Þetta var gæsahúð fyrir allarmenningin. Ég held að það sé fyrsta sinn sem ég fæ gæsahúð yfir sjálfum mér. Gæsahúð, ég er teflon húðar. Það festist ekkert á mér. Síminn stoppar ekki. Ég veit það, og hittin hérna inni. Það er bara aftur. Fáránlegt. Þetta var þetta ógeðslega gaman. Það er þetta okkur sveppa, okkur finnst rosalega gaman að syngja. Ég kann það samt ekkert, sko. Ef við flottir. Ef við gerum það aftur? Nei, það var ekki verið flustendur. Það er að koma út líka nýtt, við getum nú tísað það sveppi. Það er að koma nýtt jólalag með F95 Blöð á 50-daginn. Það er rétt. Það verður frumflutt. Þá taka sérst ég, Hjöppi og allir strákarnir F95 Blöð ásamt Stop It Go og Svessa Bergmann nýtt jólalag. Það er rándýrt. Og það heitir Jólin. Það er geðveikt. Yes. Herðu, við viljum að fá hérna hins vegar eitt jólalag. Það var verið að skamma mig hérna á netinu að við spilum svo lítið á jólalögum. Er fólk að skammast á netinu? Nei, það var bara einhver að senda með tölvupóst. Herra ástu mín, ég verð að senda aundapóst. Það spilar ekki nóg mikið á jólalögum. Það er nú kannski ekki alveg þannig. En við viljum að setja hérna á eitt jólalag, fá stuttar auglýsingar og svo ætlum við að henda strákunum í hraðaspurningar. Þið fara ekkert strákar, við vorum ekki búin að preppa þáttinn, þannig að við þurfum ykkur. Þetta er til 6. Viltu vera hrókur allsfagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgunþættinum Magazine draugum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á Magazine@fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magazine á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Joe Boxer, gjafabréf frá tískuversluninni Saints Kringlunni og Saints Smáralind, bókina Ripley's Ótrúlegt en satt, ekki fyrir viðkvæma, frá Sögum útgáfu, gjafaaskja frá Maybelline snirtivörum, DFD-myndir frá Samfilm og inneignir á filma.is. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Jólabáturinn er mættur á Nonnabita. Þú verður að smakka. Nonnabiti, best fyrir svanga. MacBook Pro frá 219.990. Kíktu í Macland og gríptu þér eintak. Macland klappast í 30. Macland.is. Hamborgarabóla Tómasar. Hamborgar í hádeginu. Steikborgar á kvöldin. Hamborgarabóla Tómasar. Hraðpenningar.is. Tíminn er núna. Mikið úrval af tískufatnaði á góðu verði. Dorothy Perkins, Smáralind. Nú eru 2 Subway staðir á Akureyri og 20 á Íslandi. Subway, 20 staðir á Íslandi. Tilvalin möndlugjöf fyrir alla hressa jólakrakka á heimilinu. Jólaspil í kringum 3000 kallinn. Gerist ekki betra. Jólaspilið. FM 95 Blöð er í boði. Við hjálpum þér að brúa bilið jólin. 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkeról og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 Blöð.
geðveikt dæmi, sko. Herri, já, þeir að hlusta á F955 blöð í F956. Herri, ég var að sjá hérna á Twitter, ég var að twitta mynda okkur hérna fyrir ekki. Þá var eitthvað að tala hefur þú einhvern veginn verið áður í F955 blöð? Þú aldrei komið. Já, býttu, nei, ég var í hana ódýri útgáfunni með Bitni Brá og Stindan. Já, komstu þið heimsókn til þeirra? Já, ég að fokka þessu upp alveg hérna. Nei, ég held að þú aldrei komið í F955 blöð. Nei, en ekki það, alltaf gaman að fá þig. Trúðuðu mér. Þú mátt fara, þú búinn að koma. Dröðlaður út. Ekki koma áttur. En herðu, það hins vegar komið, við Sveppi, við hendum í hraðaspurningar og við ætlum svona að meta hvor ykkar svaraði skemmtilegra. Þannig að sá sem gefur með skemmtilegri svör, hann fær bíómiða á Ghost Protocol með Tom Cruise sem nýja Mission Impossible myndin. Geðveikleið til að losna upp bíómiða. Hann fær sér miða og þetta náttúrulega þessi sýningar á morgun, svo gefum við miða í sím og eftir, þannig fyrir hlustendur. Stay tuned. Ok, þannig að það bara við ætlum svona að meta hvor ykkar var með skemmtilegri svör. Við ætlum að byrja þér, Freki, ertu tilbúin? Já. Jón Jónsson sem sagt farin úr stúdíónu og ekki lengur og þá byrjum við að Freka. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Það Rockstar með Mark Wahlberg. Besta hljómsveit allra tíma. Það Queen. Hvað kveikir í þér? Alls konar hlutir. Besta liði í ensku? Liverpool. Hvað fyrir mest í taugaráði við bróðin? Hann ógeðslegur. Hefur þið farið í bað með bróðinum? Já. Hefur þið lamið eitthvað? Bróði minn. Hvað drekkur á djaminu? Bjór. Fallegasta kona fyrir utan Maka? Beyoncé. Hvor ykkar með stærri? Jassi bró. Upphandleiki? Jassi bró. Ef þið eruð að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Það þið refur. Hvað viltu í jólagjöf? Ref. Finnst þið kærasta Jónsa sæt? Yes. Ok. Þetta gott, svona á að gera það. Á bara að reynsa og bara láta. Maður á ekki að stoppa neitt. Það segja bara eitthvað. Frá 0 til 10 svo er beðurinn að Jón Jónsson kemur inn. Hvað gefur þú? Þetta var alveg solid 8. Þetta solid 8, ég sammála. Og líka margt rétt og margt fyndi og sniður. Já, það er einhver banka að segja þessum hávaxna þarna, hann megi koma inn. Hvað sagðist það vera? 1,87? 87. Stelpunar líka alveg slefið í kallinn. Það er bara þannig. Jæja, verður velkominn. Já, takk. Herðu, bróðinn er sem sagt búinn að svara. Og við gáum honum 8. Við sem sagt, það er keppni. Sá eitthvað sem svara, af því að það er ekki hægt að svara rétt í hraðaspurningu, sko. Sá eitthvað sem svara skemmtilegra á þessu sinni, fær miða á Ghost Protocol, nýju Mission Impossible myndina. Og bróðinn fekk 8 einkunn frá Sveppa, hann er dómar í þessu. Já, 7-5, hækkaði upp í 8. Já, hækkaði upp í 8. Þannig að nú þarf þú bara að reynsa á hugan og svara það fyrst. Það ætti nú ekki að vera erfitt. Þess að það sé vitlaus eitthvað. Ég er frændi okkar. Já, ég er frændi okkar, þannig að þetta ætti ekki að vera erfitt. Reynsa á hugan og segja fyrsta sitt eftir því. Ertu klár? 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Gladiator. Besta hljómsveit allra tíma. Coldplay, sorry. Hvað kveikir í þér? Kærastan á brjóstunum. Besta liðið í ensku? Liverpool. Hvað við mest í taugaráði við bróðinn? Hvað hann er ónettur. Hefur þú lamið eitthvað? Já, ég lamdi Friðrik alltaf. Nei, ég lamdi ekki. Hvað drekkur á djaminu? Ég er svona kristall með límón í að vera þykjast að drekka svo ég fá ekki spurningur hvað er ekki að drekka? Ok, þú þykjast að mikilvæg tónleika, ok? Hefur þú farið í bað með bróðinum? Gerðu það ekki bekka? Já. Jú, stórt bað maður í Birkibekkinu. Fallegasta kona fyrir utan Maka? Akkurat augnablikinu Blake Lively gæla. Hvor ykkar er með stærri? Upphandleiki? Johnsonin. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Klárlega ljónin, já. Hvað viltu í jólagjöf? Heimsfrið. Þú veist að það er eftir að drepa henni hérna. Viltu kærasta Frikka sæt? Já, óþægilega mikið. Ok, Sveppi, hvað gefur í Jónsa? Sko, þetta er þetta dæmut eða sko Friðrik Dór svaraði bara eitthvað. Já. Hann sagði bara eitthvað og bara svaraði strax. Gerði það fallega, sko. Gerði það vel, sko. Jón var svona, hann higgaði á mikið sko með hraðaspurningar. Já. Þetta er sammála bara. Já, nei, að ég náttúrulega... Það var alltaf meðvitaður hann ætti að vera eitthvað skemmtilegur. Já, reyndar. Pínu stresstar, en hann reyndar var með skemmtilega svör, sko. Já, Freki, hann er svona í 8 og Jónin er í 7-5. 7-5. En veistu það, ég væri til í bara að bjóða þeim báðum með bíó. Gefum, ok, það er líka gaman fyrir
Það líka gaman fyrir hlustendur okkar á morgun að hitta þá báða bara í bíó annað kvöld. Þetta gæti orðið pínu celeb-bíó. Hvað heldur þú? Rándýrt. Herðu, ef ég fer aðeins yfir þetta hérna í stuttu þá ertu alltaf með svona vatn á djaminu svona með einhverju límóni svo að fólk heldur að setja að drekka? Þú veist, já, það er svona trikk, sko. Já, þetta náttúrulega drekkur ekki áfengi. Já, nákvæmlega. Hvað, ertu farin á snúruna? Já, þú veist... Þú búinn að fara í meðferðina, maður? Svaf hjá sýstu sinni og var það að hætta? Ég er náttúrulega orðin 26 og þegar maður segir það, þú veist eitthvað, orðin 26 og nei, ég drekk ekki. Nú. Það ekki spórakerfinu það. Sko. Og síðan líka bara svo leiðilegt að vinna á skemmtistæði, eitthvað tónlistin í fullu og allir eitthvað, þú veist, fullir og eitthvað. Þetta er ok, mér finnst það gott hjá þér. Þetta er öllu flott, maður. Takk fyrir það, maður. Ég myndi ekki nenna edrú niður í bæ. Nei. Ég myndi ekki nenn að standa í því. Jón fer enda mjög sjaldan. En sko, síðan líka alltaf svo gott sko, ég man alltaf eftir því. Jón er mjög náttúrulega hressgauður sko. Svo fór hann í brúðkaup hjá vinni sínum og er alltaf manna hressastur sko. Og svo bara, allir niður bæ og Jón bara, ég keyri, eitt laust pláss. Og einn eitthvað, ætlaði að taka kæri sinna hann sína með. Hún bara, nei, hann er blindölvaður. Ég fer ekki upp í bíl þessum. Nei. Það er svo hress að líka bara þessu. Þannig að sko, það eru mjög margir sem alveg bara alls ekki trú honum sko. En þú hefur aldrei drukkið? Nei. Það er líka ógeðslega fyndið sko að annar ykkar drekkur ekkert og hinn hættir ekki að drekka. Og það er svona, nei, þú ert ekki blautur, ekki það? Nei, ég held sér svona frekar hinum einn sko. Já, það ekki? Ekki dór, eins og hann kallaði. Þetta er vel upp alið. Halda báðið með Liverpool, fíla það. Ég er harður púlari. Sveppa er svo drullu saman sko. Alltaf verið harður púlari. Aðeins Chelsea þegar Eiður var. Já, varstu reyndar harður Chelsea maður, má tega það? Já. En hérna, í lokinu, þeir sögðu báður og þeir lami hvern annan. Hvor ykkar hafði svona betur í slagsmáli minni kannan það? Þeir eru alveg hreinskilnir. Það var alltaf ég sem braut hurð. Face og það gamli. Face og það. Toppaði það. Jón var að flýja á bað. Flýja? Já, hann var að flýja sko. Og lokaði hurðinni. Já, segðu af hverju ég var að flýja. Gæja kom með beltið á loft með einhverja sylgju bara. Og þess að sylgjan fór inn í hurðina sko. Ég ætlaði að ná honum að hann myndi loka. En okkur áttu svona reiðið hann? Það var reyndar út af því sko að ég eitthvað sparkaði í Jón svona eitthvað og hann náði grípa löppina og þú flippa mig bara og ég bara ángríns bara slammaði á hnakkan. Og hann fannst það bara geðið eðlilegt bara við litla bróður sem var sko 7 ára gamall á þessum tíma. Bara upp bara á hnakkan og þá hljóp ég eftir honum, fann eitthvað belti á leiðinni í húsinu og ætlaði að ná honum en ná honum ekki. Ég vil það vel gert. Það er búið að vera sannur heiður að fá okkur hérna. Pappi var alltaf að lemja mig. Með belti. Alltaf þegar Sveppi heyrir svona eitthvað svona beltasögu þá byrja hann alltaf að reyða upp að pappans. Ég er alltaf með axlabönd, bara út af æskunni. Við minnum á strákana þeir í Bæjarbíó og Hafnarfirði 16. des og það er uppselta fyrir tónleikana en til nóga miðum á seinni. Þeir hefjast klukkan 10 og fer ekki fólk bara inn á miði.is. Við erum hana í vinsalistu tónleikarnir. Snillingar. Ekkert mál að finna okkur. Mér langaði ógeðslega að kynna eitthvað skemmtilegt lag en þetta er Jason Derulo. Það verður bara að hafa það. Þetta er svona vælukjóð eins og þeir sem eru hérna hjá okkur. Við erum að hlusta hérna á FM 95 Blö. Á FM 957. Allt að gerast hérna. Já, þetta eru skemmtilegi bræður. Já, það er fínir. Við þurfum að jafnvel að fá það ofta. Mér er svo gaman sko að því að hérna alltaf gaman að vera með eitthvað í settinu sem getur spila bara allt. Já. Hann er bara með gítar. Ég var bara í gamla daga þegar ég var að hlusta útvarpið. Þá fannst mér svo gaman þegar ég var að hlusta á Sniglabandi. Þá máttu hlustendur hringja inn, velja óskalag og þeir sungu bara hvað sem er. Mér langar að gera það. Ég veit það, ég sé það líka bara eins og maður stundaginn, við sungum líka á föstudaginn, þá sungum við hérna Nínu og svo við syngja núna því að þú lifir fyrir þetta. Ég lifi fyrir söngin. Og það ferðir líka svo vel að syngja. Ég elska að syngja sko. En þetta er, þú veist, svona, þegar maður ræði við það, þeir eru ógeðslega hreisar og fyndir, en þetta er svona virka eins og þegar við vorum að tala um mömmur og svona, þetta virkar á mann svona netted too goody two shoes hann í gangi. Já, þetta hefur verið afskaplega heilbrigt uppeldi og allt einhvern veginn gengið upp þarna. Og svo foreldrar ennþá saman og svona, þetta er allt voða fullkomið eitthvað. Bæði hafa gott í sinni vinnu og geta bæði svona fíblast, þetta er ógeðslega næs að vera þarna í þessari fjölskyldu. Já, ég geti óskast ég væri í þessari fjölskyldu. Ég líka sko, ég sé það líka til þess bráðum báðum og það hefur ekki fallið á lán.
aldrei. Þeir þekkja það ekki eins og við. Nei. Þetta ekki menn sem söfnuður hlandi í bílskotnum sínum fyrir 14 ára. Ó nei, kallið mig. Þannig að þeir veit ekki hvað að lifa þó þeir séu hamingjusamir. Þeir leikur sér ekkert bara með einhver prik, sko. Nei. Ég er Breiðholtinu. Já, þeir áttu alltaf flottasta dótið í Hafnarfirði, það alveg pottitt. Þeir fengu Star Wars kalla, sko, á meðan að ég þurfti að klippa út flugveldaauglýsingar og kveiki þeim á gamlarskvöld. Já, en skemmtilegt drakkar engar síður. Það hérna styttist í hitaklefan hjá okkur Sveppa. Sjóðheitur! Já, hann er, þú veist, ég verði ekki hann er sjóðheitur. Ég set hennan á topp 2. Já, ef að fara, hvernig er það þrjá? Núna? Nei, ég ætla að taka hérna 1 lag og svo hjólu við í hitaklefan. Hvað ætlar að bjóða mér upp á? Herðu, ég ætla að bjóða þér upp á. Ég er nefnilega ekkert búin að eiga við tónlistin í dag, þannig að þetta er Katy Perry, Last Friday Night. Klassi, ég ætla að klosti. Ístertur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Nýjung á Pizza Hut. Nú er hún komin, drottning allra pizza, Crown Crust. Komdu, prófaðu og njóttu. Láttu sjá þig, Pizza Hut Smáralind. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Það þægilegt að gera jólainkaupin í Kringlunni og hvergi betra úrval veitingastaða. Kringlan í jólaskapi. Nei, það eru fullt af áangættur Liverpool sem er að skilið að fá plakkat af Andy Carroll í jólagjöf. Það er nú einu sinni betra að gefa en að þiggja maður. Jói útherri Ármúla, jóiútherri.is. Í dag er þriðjudagstilboð á Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos 58-12345. Hraðpenningar.is. Lifðu núna. Allt sem þú óskar þér í jólagjöf. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Þú þværð bílinn hjá okkur. N1 bílaþvottastöðvar. Laugarás Bíó kynnir The Rum Diary, eina athyglisverðustu mynd ársins. You're who I think you are. You better sit down. Johnny Depp fer á kostum í mynd byggðir á ævi hins skrautlega Paul Kemp. Place a sea of money, Paul. Unbelievable money. The Rum Diary. Anybody with me? Sýnd í Laugarás Bíói og Borgarbíói Akureyri. Nú er tónlistatímaritið Pop komið á Vísi. Fjölbreytt umfjöllun tónlist, rockprófið tekið og nýjar plötur kynntar. Ham tekur 3 lög í popskútum. Fylgstu með poppinu á Vísi. Something I can't believe this is happening again. Oh. This is a real tattoo. Þeir eru mættir aftur í stærstu kynmynd ársins. We had a sick night, bitches. Holla, city of squala. Númer 2 er komin á DFT. Jóla, Sko, ég er alls ekkert að segja að jólaandinn sé neitt betri en jólasveitin. Nei, alls ekki. Ég er bara með miklu flottara skegg. Svo er ég líka töluvert grennri. Jólaandinn er hjá Vodafone. Frábær jólatilboð og þú fær fjölskyldu aliaspilið í kaupæti með völdum farsimum á meðan byrðir endast. Þín ánægja er okkar markmið. Vodafone. Og meira tannaður. Höfum opið í Elko Lindum og Elko Skeifunni alla daga til klukkan 22 fram að jólum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Það er rétt og það er mánudagur, þriðjudagur, þannig að Sveppi Krull er hérna með mér fyrir ykkur sem að voru að stilla inn núna. Þetta var ógæðislega fyndið. Það skildi segja mánudagur. Já. Stórkostlegt. Það er líka hérna gaman að segja fyrir því að það eru breytingar á morgun. Það er ekki gestastjórnandi á morgun, heldur er Pétur Jón Sigfússon með sinn fyrsta, fasta þátt í FM 95 Blö. Hann verður alltaf miðvikudum. Við könnumst nú við hann, þannig vitlising. Pétur Jóhann? Já. Láttu mig þekka hann. Svo eins og við sögðum ykkur án og þá hefur líka nýtt jólalag frumflutt á 5. daginn í þættinu þá, þannig að það er skemmtileg tíma framöndan einn í vikunni. Það er bjarti tímar maður. Já, talandi Pétur Jóhann, þá er mitt góðu vinur hans, Guðmundur Steingrímsson. Já, uppeldisbróðir. Já, þeir ólust upp saman, sem sagt Gumbi og Pétur. Og nú var Guðmundur Steingrímsson, hann var að skipta flokk. Við erum nú ekki mikið með pólitík í þessum þætti, Sveppi, og við rættum það, þannig að við veitum ekki eins og hvað nýju flokkunars heitir það.
Nei, sem svolítið sorglegt með það að við vorum að hringi hann til að fá mannin í hitaklefann, sko. Já, ég veit það. Við kynntum okkur þetta ekki. Nei, en við vitum að hann var einhvern tímann í Framsóknarflokknum. Já. Fór úr honum núna síðast, eða ekki? Já, hann búinn að segja sig úr honum. Já, hann var að hoppa þarna á milli og, okkur Sveppi, fannst við þurfa að láta hann heyra og það er ekki þú finnur ekki betri stað til að láta menn heyra en í hitaklefanum og við skulum heyra hitaklefan og þetta er hann Guðmundur Steingrímsson. Take it away. Er það Guðmundur Steingrímsson? Já. Komdu sæll og blessaður, ertu velkomin í hitaklefann. Sæll. Takk, sæll. Af hverju varstu að stofna þinn eigin flokk eiginlega? Bara þess að róa þig. Af hverju hættið þú í Framsókn? Ég vildi ekki vera þar lengur. Af hverju? Átti ekki samleið með Framsóknarflokknum. Þú lýgur því! Lýgur því ekki. Við viljum svör, hvað var það sem rakti þig úr Framsóknarflokknum? Það var alveg rosalega margt, ég átti ekki samleið með málefnunum. Þetta taldi að þetta stofna annan flokk. Guðmundur! Hvernig ætlar þú að breyta heiminum? Bara að gera mitt besta. Það er hallaraslegasta svar sem ég hef heyrt, Guðmundur! Já, það er samt gott svar. Segðu mér nú, af hverju varst þú á móti Björnum? Af hverju varst þú á móti Björnum? Ertu ekki á svipuðum aldur og við, Guðmundur? Ég var ekki á móti Björnum. Þú vildir ekki fá hann í búðir? Ég var að enda við að segja við DFF að ég vildi áfengi í verslanir. Þú lýgur því! Hefurðu farið á fyllir í með Pétri Jóhanni Sigfússinni, Guðmundur? Ég hef gert það. Af hverju ertu á móti krónunni? Ég held að evran myndi henda okkur betur. Af hverju flytturðu þá ekki bara úr landi? Ég bjó í útlöndum í 8 ár. Það er bara ekki nóg! Flytja heim. Finnst þér Framsóknarflokkurinn hallaraslegur, Guðmundur? Nei. Af hverju finnst þér Sigmundur Davíð ógeðslegur? Mér finnst það ekkert. Þú lýgur því! Ég lýgur því ekki. Hvað færðu þér á pítsu? Pepperoni, sveppi og ólífur. Og af hvaða stað pantarðu þá helst? Panta ofta á Dominos, en mér finnst eldsmiðan best. Af hverju heldur þú að þú vitir allt best? Ég veit ekkert allt best. Þú lýgur því! Nei. Ok, Guðmundur, við þökkum þér kærlega fyrir óskur allsins besta á nýjum öllum. Takk. Takk and bless. Bless. Það kosti ágætlega frá þessu. Já, en hann var sér til skammar. Já, og þarna heyrðu þið mann sem að gæti ekki svarað öllu. Nei. Já, við vorum harðir í dag. Já, þetta lag hlýtur hún á að fíla, Sveppi. Ben Howard, The Fear. Já. Það ekki, þetta var svona eitthvað fyrir þig. Já, það var svona. Ég hugsaði til þín. Já, takk fyrir það. Herru, hvað sefurðu marga klukkutíma á nóttinni? Hvað sef ég? Já, þú ert ekki að leggja á daginn en eitt svona það? Nei. Nei, þú ert ekki þeim pakka, ég þekki þið betur en það. Hvað ertu vanur að sofa? Þú veist, sefur í 8 tíma eða? Já, ég þarf nú ekkert að sofa neitt rosalega mikið. Ég er að sofa í svona 6-7 tíma. 6-7 tíma? Já, af því að samkvæmt nýjustu rannsóknum, sko, þá er það persónubundið hvað maður þarf að sofa mikið. Það er ofta sagt, þú þarft að fá þinn 7 tíma svefn, en það er sem sagt, ég tel mér nú helviti góðan í ennsku, en ég er ekki það góður að það er eitthvað í heilanum að það er eitthvað chemical called orexin A. Og það er víst rosa misjamt hjá fólki hvernig það virkar og því til dæmis það eru til menn sem þurfa bara 4 tíma svefn og svo eru til aðri menn sem verða að fá 9 tíma svefn sko. Það er eftir bara hversu daburt þetta orexin A hjá þér er. Ok, Megar eitthvað sens eða? Nei, ekkert sérstaklega, en hvað getur maður látið tjekka því? Ég veit ekki, ég er á sama stað og Jón Jónsson lét tjekka hvað er þið hávaxinn sem krakki? Hvað var mamma hans að reykja þá? Var að láta tjekka? Hvað hann verður stór? Hann var að mista svo rosalega lítill. En ég, veist, sko, ég kemst ekkert upp með, ég gæti alveg sofið í 10 tíma. Já. En ertu samt ekki þannig að þú sefir mikið meir en svona 7-8 tíma, ertu þá ekki bara þreyttur allan daginn? Þannig ég allavega, sko. Ég finna að sko þegar ég sef út helgar og svona, þá er ég að vakna 10. Já, ok. Það er alveg beautiful, sko. Já, það er orðið, þegar maður er orðin 30, þá sefur maður ekkert mikið lengur. Nei, og þetta er eins og mamma og pappi og svona. Þetta er vaknandi bara milli 6 og 7 og laugardags og sunnudagsmorgni bara. Já, þetta verður erfiðara með aldrinum, eins og ég gæti léttilega stundu vaknaði bara klukkan 3, ég bara, wow, hvað er að gerast þannig? 3, það myndi aldrei gerast í dag. Nei, það er dautt, sko. Já. Og svo er það þvagbladran sem er að vekja þessi gammalmenni, sko. Já, þú nú ekki orðin svo gammal fjand. Nei. Ertu að vakna til þess að míga, eða?
En herðu, ég minn á leikinn maður. Klukkan náttúrulega hefur búið svo mikið fjör hérna hjá okkur strákunum í dag að tíminn Herðu, já, næsta vísbending maður. Já, það er löngu komið tíma á næstu vísbendingu. Næsta vísbending í kringluleiknum okkar er að gjafabréfið verslunin er á fyrstu hæð í Norðurhúsi. Nú getur einhver farið, þetta er verslun sem selur aðalega fatna og ekki hluti. Verslunin er í fyrstu hæð á Norðurhúsi, þar finnið þið FM 957 gjafabréf og ég ætla að gefa ykkur aðra vísbendingu því að ég er að skýta á mig með þetta klukkan 5:30 og það þarf einhver að finna gjafabréfið sko. Þetta er risastór vinningur. Verslunin heitir það sama og frægur pródúsent sem að vinna með mönnum eins og Justin Timberlake og fleirum. Og ef þetta gefur mönnum ekki bara svarið þá eru þeir ekki miklir FM hlustendur. Þannig að nú erum að gera að fara í verslun á fyrstu hæð í Norðurhúsi í Kringlunni. Verslunin selur aðalega fatnað, ekki hluti. Já, það er maður sem vinnur með Justin Timberlake og öðrum og það er líka til fatnað sem heitir mjög svipað. Þannig að þá er þessi vísbendi komin og nú ætti einhverju að vera búin að finna þetta í Kringlunni. Það er komið að, sennilega mínu uppáhalds jólalagi. Ég var búin að gleyma þessu lagi og fann þetta hérna aðan. Þetta eru Smashing Pumpkins. Christmas Time. 13 sekundur eftir introinu, Sveppi. Getur þú sagt eitthvað fyndið þannig að fólk svona sem er að keyra, hvað myndur þú segja? Já, hvað er málið með konur, skilurðu? Það alltaf til vandra? Uppáhalds jólalag. Íslenski jólalistinn verður á Stöð 2 laugardaginn 17. desember klukkan 17:25. Við ætlum að finna 20 bestu jólalögin. Greiddu þitt atkvæði inn á vísir.is/jólalistinn. Þitt atkvæði skiptir öllu máli. Íslenski jólalistinn í beinni útsendingu á Stöð 2 laugardaginn 17. desember. Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Topshop Smáralind, Samsung Galaxy Ace og Galaxy Mini snjallsíma frá Samsung. Jólaþrennan frá Happaþrennunni, færð þú þann stóra í vinning. Gjafabréf frá Orablum sokkaböksum, TT hárvörupakki frá Bedhead, bæði fyrir stelpur og stráka. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! 25 ára afmælisleikur Lotto. 25 glæsilegir aukavinningar í desember. 1 milljón fyrir hvert ár þegar þú kaupir 10 raðir í Lotto eða Víkingalotto eða ert í áskrift. Lifðu þér smá afmælis Lotto. Hamborgarabúla Tómasar. Hamborgar í hádeginu, steikborgar á kvöldin. Hamborgarabúla Tómasar. iPhone 4S frá 144.990. Kíkt í Makkland og nældu þér rétt kvikindi. Makkland, Klappastíg 30, makkland.is. Endurgreiðsluleikur Orkunar er í fullum gangi í þessu mánuði með glæsilegum vinningum. May the force be with you. Eða may Orkan vera með þér. Orkan. Allt sem þú óskar þér í jólagjöf. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Notaðu dælulykilinn. Á Þorláksmessu draugum við út 250.000 króna eldsneytisúttekt í jólaleik Atlantsolíu. Atlantsolía. Það eru alltaf einhver tilboð í gangi. Hátækni. Ármúla 26. Ice Cold. Falleg íslensk guldsmíði og hönnun innblásin af íslenskri náttúru. Fegur íslenskra náttúru í öllu sínu veldi. Ice Cold. Fæst hjá Jóni og Óskari. 3,15 miljardar. Hversu stór getur einn pottur eiginlega orðið? Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Dílar.is í dag. 16 tómur pizza með 2 áleggstegundum að eigin vali hjá Pizza King í skipholtinu á aðeins 990 í stað 1900. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. FM 95 Blö er í boði. Smálán Kredja hjálpa þér að brúa bilið. Láttu eftir þér, 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Já, sko, ég veit það. Ég er bara svona hrættur við þetta. Af því að ég veit að þú ert að fara að leika þér að því, sem sagt, ok. Nei, við bara vöndum okkur. Já, þetta er þinn liður.
Herðu, já, Sveppi sem sagt vill koma með nýjan lið hérna sem að hann kallar brandarahotnið sitt. Við náttúrulega Brjátbreki er maður sem við heyrum alltaf í á 50 dögum. Já, hann fílar mig. Já, hún finnst þú kóngurinn. En hvað þetta, þú vilt byrja með... Já, ég ætla að segja brandara. Ok. Ertu tilbúinn? En ætlar að hafa þetta sem bara einhvern fastan lið hjá okkur? Viltu vera með brandarahotnið þegar? Já, alltaf klukkan 23 mínútur í 6 á þriðjudögum. Brandarahot Sveppa Krull. Ok. Ég er samt ræddur þetta. Er þetta hérna, af því að þú veist náttúrulega, mér finnst þú fyndið Sveppi, sko. Já, en brandarar en ég þoli ekki þegar þú leikur þér svona, eina sem fyrir töðunar með húmófinn þinn, hvað þú er rosalega gaman að orðagríni til dæmis. Já. Það er, veist... Það er sjúklega fyndið. Já, er það? Já, undir réttum kringumstæðum, maður. Já, en meiris að þú getur ekki neitað sjálfur og þegar þú segir orðagrín sjálfur, þá kemur alltaf með gerfihlátur. Ég hef aldrei heyrt þér hlæja frá hjartanu þegar þú segir eitthvað svona, sko. Nei, það ástæðan fyrir því ég hlæ er að því að ég segi þetta því að ég veit að þér finnst þetta svo ekki fyndið og þú verður svo hneykslaður á mér, bara shit, hvað það var lélega. Þá líður mér svo vel, sko. Það finnst mér svo fyndið. Og ertu að fara að reyna að gera það núna í þessu brandarahotni? Nei. Ok. Þetta er bara alvöru brandarar. Já, ég treysti þér. Herðu, þá bara, viltu að ég búi til eitthvað svona, já, það er komið að gera eitthvað slegis, eða? Viltu eitthvað svona betta? Það er kannski, setur þetta alltaf press á mig, sko. Það er komið að brandarahotni Sveppa Krull. Það var einu sinni, stóðhestur frá Íslandi sem var orðinn ógeðslega leiður á að búa á Íslandi, sko. Já. Og hann bara, sér hvað er leiðilegt að búa þetta, maður. Ég verð að bara skoða heiminn. Og hann maður fyrir eitthvað og bara, heyrðu, ég hef aldrei farið til Afríku, maður. Ég hef til Afríku. Og hann bara fyrir með fyrsta klassa bara beint til Afríku, maður. First class til Afríku. Rosalega, svona mikill stóðhestur, stór og mikill maður. Heyrðu, og hann fyrir eitthvað svona að tjekka á Afríku, maður. Heyrðu, sér hann sebrahest. Hann bara, what? Röltir upp að sebrahestur, maður. Býtu, hvað? Þú sebrahestur? Eða hvað? Nei, hvað er þú? Og þá segir hann, ég er sebrahestur. Já, ok, maður. Það er gæt, maður. Og hvað gerir þú? Já, ég get merkilegt, sko. Bara, veist, ég þetta græs og eitthvað svona, sko. Og þá sagði sebrahesturinn, býtu, en þú? Hvað? Ég vil alltaf stór maður. Hvað er þú? Já, ég er, stóðhestur frá Íslandi. Já, sagði sebrahesturinn. Og hvað gerir þú? Hvað gerir ég? Farðu úr náttfötunum og ég skal sýna þér það. Já, ok. Já, þetta er alltaf lagi, já. Ekkert svo slæm. Farðu úr náttfötunum og ég skal sýna þér það. Já, ég veit það. Legendary punchline. Þetta er stórgráðslegt. Þá þetta var sem sagt brandarahotn Sveppa Krull. Já, og alltaf á þriðjudögum rétt eftir 5:30. Var ég búinn að segja þér þegar Hugi misti sveindómi með dönskukennarann? Var ég búinn að segja þér hann? Nei, reyndar ekki, sko. Það ok, Hugi, ég náttúrulega ólst upp með Huga og sögur ekki. Við vonum hann sé að hlusta. Herðu, hann kom einu sinni heim til pappans og sagði, pappi, ég er loksins búinn að missa sveindóminn. Og pappans bara, jöfnveld er ég ánægður með þau Hugi, nú kaupið þau hjólið sem ég langaði alltaf svo í. Nei, býtu. Ég skeita á mig. Nei, ok, Hugi kemur heim og segir, herri, já, pappi, ég er búinn að missa sveindóminn. Og pappans bara svona, já, í alvörunni. Og veistu hvað, pappi, þá var mér sem með dönskukennarunum. Þá kom pappa að segja, já, í alvörunni Hugi, nú kaupuðu hjólið sem ég langaði alltaf svo í. Æ, getur við beðið aðeins með það, mér er ennþá svolítið illt í rassinn. Smá dónabrandari. En þetta er samt sko eins og núna. Það er erfitt að hlæja, sko, þegar maður segir brandari. Þetta er samt ágætis brandari. Já, þetta er gaman. Herru, Þórunn Antonía, Too Late. Já, flott lag og sæt stelpa. Já, góð blanda. Það er eitthvað hrikalega grípandi þetta lag. Þetta er fínasta lag. Já, þetta er Þórunn Antonía með Too Late. En herðu, ég var að fá SMS að það er búið að finna, sko, það er einhver búinn að vinna í leiknum okkar. Já. Það er einhver búinn að finna þetta í Kringlunni og ég á að hringja í vinningshafann, sagði hann. Ertu að meina þetta? Já, ég er að því núna. Já, þessi snilt. Halló? Er einhver aðna? Halló? Já, voða sniðugt. Varst þú að finna vinningin, gjafabréfin í Kringlunni? Já. Herðu, glæsilegt. Hvar fannstu það? Ég fann það í Timberland. Í Timberland, já, mannstu, hann heitir Timberland-gaurinn. Þetta var vísbendingi við náðan, mannstu. Alveg rétt. Varstu búinn að leita í allan dag, eða fórstu bara að náðan? Nei, ég geta nú bara ekki henni símfall frá kærastanum, bara erst þú að leita við þessu? Ég hafði ekki hugmynd hvað var að tala. Ok. Það myndast hann bara á bröðbúsir og þá bara, já, Timberland. Þannig að þú fannst gjafabréfið inni í Timberland? Já. Og nú get ég sagt þér hvað þú varst að vinna. Ok.
sem sagt, þú varst að fá, má ég sjá, nú er ég að skita hans að mér finnir þetta ekki alveg hérna, jú, þú varst, ég þarf að fara aðeins tilbaka, ég alltaf með allt niður með hérna. Allt í góðu. Ok, já, þú varst að vinna hérna út að borða fyrir 4 að verðmætti 20.000 krónur í portunni í Kringlunni. Nei, hei. Já, nú býður kærastanum og tengdaforeldrunum bara á portið og þið fara og gera ykkur glaðan dag. Já. En gaman maður. 20 skall í portinu, það er hægt að borða vel fyrir það maður. Já, það borgar sig að taka þátt í þessum leikjum öllum maður. Já. Jú. Segðu maður. Það er að gera, þetta er reyndar, þú veist, Sveppi, okkur finnst nú hérna leikirnir svona misgóðir, þetta reyndar finnst mér snið, fara til í Kringlunni og láta fólk gera eitthvað til að vinna. Já, það láta fólk hafa fyrir því, sko. Já, hvað heitir vinkuna? Ég heiti Herdís Inga. Herdís Inga, ég óska þér innilega til hamingju með þetta. Já, takk að og hafðu það bara sem allra best og gleðileg jól. Takk sem er leiðis. Ok. Heyrumst. Bye bye. Bye. Herði, jæja, þá er þessi jólaleikur FM 957 og Kringluna búin í dag. En það er að gera þetta verður heldur hverjum degi. Þannig að hlustendur geta svona verið á Varbergi og farið inn í Kringlu að leita að þessum gjafabréfum. Já, það styttir manni stundirna fyrir jólin maður. Er það ekki? Hvað er betur en að vera bara hanga nýr í Kringlu að leita gjafabréfum maður? Nákvæmlega. Varst þú í þessu? Varst þú svona a mallrat? Já. Ég hekk í Kringlunni, sko. Já, þú líka hérna, það sagði mig það eitthvað, þú varst alltaf hangandi hérna bara í keilunni í Mjódd. Já, ég var... Varst þar bara tímunum saman? Já, keila í Mjódd eyðilaði fyrir mér skólagönguna. Ég er ekki að grínast. Nei. En það er ekki eða ykkur í keilu. Já, þú veist allt um það. En skelfilegur í skóla. Skelfilegur í skóla, geða ykkur í keilu. Það er nafnið og æfisumi. Það er ekki ástæðalaus að þú ert í utandeildaliðinu Steven Seagal í keilunni. Það er hárrétt, já þér. Reyndar hefur þú nú, við vorum að keppin daginn, þú mættir ekki, það eru konið 9 búningar og allt og þú hefur bara ekki látið sjá þig. Nei, ég þarf að fara að koma. Leinivopni. Já, það er líka, það gengur ekki sko svo uppi, það er alveg sama hvað ég biðið það er alltaf að kona eins ólétt, þú getur aldrei hitt mig lengur. Það er langt sér við fórum og sippið rauð og höfðum að kósa. Nákvæmlega, ég þarf að fara að ræða þetta heima. Það er ekki eins og sé óleitt í fyrsta skipti. Nei, nákvæmlega, 3. barn. Já, ég er ekki viss ég eigi það með þessu. Æja, herðu, við skulum fá hérna Birdie People Help the People. Þetta er hrikalega flott lag. Þetta er gósi og þægilegt, það er þriðjudagur, það er snjór úti, það er komið jól, það er eitthvað bara stoppa bílana og hlusta. Já. Tónar hérna. Þetta er fallegt. Pétur Magnússon, ef þú ert að hlusta, þá hérna Magnússon. Þá kem ég ekkert heim, ég er að fara beint út að borða núna þannig að þú er að redda þér heim. Nú hvað, áttur að fara að sækja hann eða? Nei, hann er heima hjá mér að smíða. Já, ok. Vinnu minn hann að smíða. Já, hvað en býta okkur að ferð ekki heim til þín? Ég er að fara að borða, út að borða. Já, ok. Þannig að Pétur er út að hlusta og þú er að redda þér heim. Ég nefn ekki að tala við hann sko, að finna, ég veit hann að hlusta. Það þarf ekki að vera að hringi í. Þetta er líka þægilegt fyrir að spara þig bara símtalaðna. Þegiðu! Já, hvað ertu að fara að gera? Okkur ferð ekki heim til þín? Ég er að fara bara að borða með einhver fólki. Nú, hvað fólk getur að borða með? Takk fyrir að bjóða mér. Nei, þetta er svona skemmtilegt fólk og bara gaman og stemming. Þú mátt alveg koma með. Já. Hvað ætla ég þetta? Þetta er vinafólk frúarinnar sko, við erum að fara á Jómfrúna. Nú, jæja. Smörrebröð, maður, smörrebröð. Herðu, það styttist nú bara í lokinni okkur, klukkan að verða 6 hérna hjá okkur strákanum og þetta er búin skemmtilega þáttur. Aha. Já, það fannst mér allavega. Mér leið mjög vel allan tíma. Já, mér leittist ekki eina sekundu. Það er bara þannig. Við þurfum að fara að gera meira þessu að ég fá að syngja í svona beinni útsendingu. Ertu viss um það eða? Ég held að fólk elski það þegar ég sé að syngja á svona. Ég er ekki viss um að fólk hafi jafn gaman að því og þú hafir sko. Nei. En ég var skammar daginn, ég var á Sauðárkróki daginn og þá var verið að spyrja mig hvort ég væri ekki Michael Jackson aðdáandi. Ég sagði, jú, ég hef alltaf verið mikill Michael Jackson aðdáandi. Og þá fór einn að væla yfir hann hefði aldrei heyrt Michael Jackson í þættinum hjá mér. Það er þetta kórrétt. Já. Er ég með Jackson á playlistanum með það? Já, hérna er alveg, það er til Michael Bublé og Michael Blackson og Michael Jackson. Þannig ég er að spæða enda þetta á grjóturðalagi sem heitir Beat It. Sveppi Sannu hefur verið með þér. Ég hvet alla til þess að hlusta á morgun. Þá byrja Pétur Jóhann Sigfússon með sinn fyrsta, svona fasta þátt. Hann er nú verið hérna hjá mér miðvikudaga áður. En svo færast gestastjórnendur yfir á föstudaginn á meðan ýmislegt er í gangi. Og svo á fimmtudaginn er jólalag F955 Blö. Og þá kemur lagið Jólin, Jólin, Jólin og það verður spilað hjá okkur Hjöppa. Og ekki láta ykkur dreymum að snerta takkan á útastækinu mínu. Útastækinu, nei. Látið útastækinu myndu vera. Já, látið það vera og ég ætla að enda þetta á Michael Jackson. Take it away, Jackie Wacky.
957 í samstarfi við Sambíóin kynna Mission Impossible Ghost Protocol. Ethan Hunt mættur aftur í 4. Mission Impossible myndinni. Okkur langar að bjóða þér á sérstaka heimsforsynningu miðvikudaginn 14. desember klukkan 20:30 í Sambíónum Eilsvöll. Við ætlum líka að gefa flottan varning sem tengist myndinni og einn heppinn vinningshafi getur nælt sér í snjóbrettaglerugu með innbyggðu GPS, hraðamæli og fleiru að verðmæti 80.000 krónur. Ekki missa af heimsforsynningu á Mission Impossible Ghost Protocol í Sambíónum Eilsvöll. Operation's over before it even begins. FM 957. Þú fær brakandi ferskan nonnabitta á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabittir, best fyrir svanga. Leifum nú útvarpinu aðeins að slaka á og látum nokkra ljúfa gömbutóna líða viðtækið. Það á það svo sannarlega skilið eftir allar þessar fréttir og popmúsík. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Úrvalið af veitingastöðum í Kringlunni ekki síðra en úrvalið af verslinum fyrir jólin. Kringlan í jólaskapi. Þriðjudagur þú og 1000 kall. Já, þriðjudagstilboð á Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos, 5 því. Nei, ég meina 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Records kynir Jólaplögg Records á NASA föstudagskvöldi 16. desember. Vegleg tónleikaveisla með Of Monsters and Men, Agent Fresco, Sigur, Locker B og Orphic Oxtra. 51 sem mæta fá glaðning frá Bífíster. Forsala miðar hafinn á miði.is og miðar aðeins 1500 krónur í forsölu. Þú þværð bílinn hjá okkur. N1 bílaþvottastöðvar. Höfum opið í Elko Lindum og Elko Skeifunni alla daga til klukkan 22 fram að jólum. Einfaldlega allt til jólana, allan sólarhringinn í Hagkaup Garðabæ. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. FM 95 Blö í boði. Jólin eru bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kretia. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95.